í salnum og þau sem að fylgjast með okkur í gegnum beina útsendingum. Verið öll hjartanlega velkomin á 38. brautskráningu Verkmenntaskóla Austurlands. Fyrir þau sem ekki vita þá heiti ég Birgir Jónsson og aðstoðarskólameistari VFA og mun stýra athöfninni hér í dag. Við ætlum að eiga saman góða stund til að fagna þessum tímamótum hér og það er ekki eftir neinu að bíða, þannig að við förum bara í fyrsta lið í dagskránni og það er ræða skólameistara og ég ætla að bjóða Eydísi Ásbjörnsdóttur velkomna á svið. Gjörðu svo vel, Eydís. Kæru úrskriftarefni, starfsfólk, gestir og þeir sem fylgist með athöfninni í gegnum streymi. Gleðilega hátíð og verið hjartanlega velkomin til þessa brautskráningar Verkmenntaskóla Austurlands. Það er með mikill heiður að standa hér í dag á þessum mikilvægu tímamótum í lífi ykkur allra. Þið hafið náð á áfangastað eftir að stunda nám ykkar með þrautseigju og vinnu og fyrir það óska ykkur innilega til hamingju. Kæru úrskriftarefni, þið megið sannarlega vera stolt af árangrinum sem þið hafið náð. Þetta er stór áfangi í lífi hvers og eins ykkar og tilefni til að fagna. Menntun er einn af þeim hornsteinum sem við byggjum framtíð okkar á. Hún veitir okkur ekki aðeins þekkingu og hæfni, heldur einnig tækifæri til að vaxa og þroskast sem einstaklingur. Í þessum síbreytilega heimi er mikilvægi menntunar meira áberandi en nokkur sinni fyrr. Hún opnar dyr á nýjum tækifærum og hjálpar okkur að takast við áskoranir morgundagsins. Við í VFA höfum ávallt lagt áherslu á að menntun sé fyrir alla. Sama á hvaða aldri þeir eru, við vitum að menntun hefur ekki aldursmörk og allir eiga rétt á að sækja sér þekkingu og hæfni. Skólinn okkar er lifandi dæmi mikilvægi þess að bjóða upp á fjölbreytt námsframboð fyrir fólk á öllum aldri, hvort sem er í verk- og starfsnámi eða í bóknámi. Í dag útskrifum við 11 nemendur af 11 námsbrautum. Það er óhætt að segja að flestir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi með því námsframboði sem er í boði í VFA og námsleiðum, dagskóla, fjarnám, dreifnám, helganám og lotunám þar sem það á við. Það er ekki sjálfgefið að ekki fjölmennari skóli en VFA geti boðið upp á slíka fjölbreytni. Fjölbreytnina verðum við að standa vörð öll sem eitt. Í VFA höfum við ávallt stefnt að því að skapa umhverfi þar sem allir geta notið sín og fengið að blómstra. Við trúum því að menntun eigi að vera aðgengileg fyrir alla og að við eigum að búa til samfélag þar sem virðing og jafnrétti er í fyrirrúmi. Það er mikilvægt að við virðum og metum hvert annað fyrir það sem við erum, óháð kyni, kynþætti, trúarbrögðum eða öðrum eiginleikum. Ávallt hefur verið samband á milli starfsfólks og nemenda verið eitt af lykilatriðum skólans og lögð áherslu á að skapa traust þar á milli. Þetta tengslanet hefur hjálpað til við að skapa stuðningsríkt og hvetjandi umhverfi þar sem nemendur geta náð sínum besta árangri. Þið, kæru úrskriftarefni, hafið sýnt mikla elju og þrautseigju og kennarar og starfsfólk hafa gert sitt besta til að standa við hlið ykkar á þessari vegferð. Þetta samstarf er eitthvað sem við erum ákaflega stolt af. Í heimi þar sem tækniframfarir eru að breyta öllum sviðum lífsins er mikilvægt að við höfum skilning á þessum breytingum og hvernig við getum nýtt þær til góðs. Við verðum að nýta tækifærin sem tæknin gefur okkur til að bæta samfélagið og vernda umhverfið. Umhverfismál eru sérstaklega mikilvæg og það er á ábyrgð okkar allra að tryggja að jörðin sem við búum á verið heilbrigð og sjálfbær fyrir komandi kynslóðir. Í skólanum hefur verið virt starf umhverfisnefndar sem í eru nemendur og starfsfólk. Í hópi úrskriftarefna eru aðilar sem hafa verið mjög virk og öflugir í þeirri vinnu. VFA er grænfánaskóli og er með vottun á öll 5 grænu skrefin. Félagslífið er líka ómissandi hluti af menntuninni. Í heimsfaraldrinum sem gaus upp árið 2020 og við viljum sem flest öll gleyma, þá var
úti því félagslífi sem við þurfum á að halda. Nú eru nýju tímar og horfir allt til betri vegar og kominn gangur í félagslíf skólans. Listakademía VFA fór einnig í gang á þessu skólaári. Ýmis námskeið og þjálfun var í boði. Í apríl var sett upp leiksýning þar sem metnaðarfullt frumsamið leikrit sem samið var af nemendum Listakademíunnar og leikstjóra. Gríðarlega vel heppnað verk og mikilvægt fyrir skólabraginn að þessi starfsemi festist aftur í sessi. Við verum einnig að huga jafnvægi á milli menntunar og atvinnulífs í okkar samfélagi. Menntun á að undirbúa ykkur fyrir atvinnulífið og gefa ykkur þau verkfæri sem þið þurfið til að takast á við þær áskoranir sem bíða. Við höfum ávallt leitast við að tryggja menntun sem þið fáið hér sem meðal annars í takt við þarfir atvinnulífsins og samfélagsins. Á þessu skólaári höfum við átt mörg og góð samtöl við atvinnurekendur og sveitafélagi í Fjarðabyggð. Fyrirtæki, félög og sveitafélagið eru gríðarlega mikilvægir hagaðilar skólans og hafa stutt vel við VFA. Meðal annars með styrkjum til tækjakaupa, gefin kennslugögn og með stuðning til reksturs vissra verkefna. Það er hagur allra að í sveitafélaginu sé öflugur framhaldsskóli. Það er ekki sjálfgefið og því þurfum við að vinna vel saman. Skóli, atvinnulíf og sveitafélag. Við erum eitt samfélag. Við erum gríðarlega þakklátt fyrir allan þennan mikilvæga stuðning og áhuga og sendum bestu þakkir til okkar hagaðila. Fagblað Austurland er komin í góða virkni og verið að endurnýja samstarfssamning til næstu 3 ára. Milli VFA, Mennta- og barnamálaráðuneytisins, Háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins og Fjarðabyggðar. Markmið með starfsemi Fagblað er að auka þekkingu og leikni nemenda, kennara, almennings og innan atvinnulífs á persónumiðaðri nýsköpunarvinnu og stafrænum framleiðsluaðferðum. Við fögnum því að áframhaldandi starfsmiðjunar sé tryggt hér í okkar samfélagi. Nú á vorin fór VFA af stað með smáskipanám í skipstjórn sem legið hefur niðri vegna nýrrar námskrár þar sem krafa er eðlileg krafa þjálfun og kennslu í dýrum búnaði, siglingahæfni. Til hægt sé að stunda slíkt nám hér fyrir austan. Eftir að stjórnendur ásamt kennurum fóru að rýna betur í málið og leita upplýsinga var tekin ákvörðun að fjárfesta í slíkum siglingahermi. Komu 2 fyrirtæki og sveitafélagi myndarlega að því að styrkja þetta framtak sem nú er orðið að veruleika. Á næstu misserum munum við koma með fréttir og umfjöllun námið og búnaðinn. Við í VFA hófum einnig að kenna meistaranám fyrir sveina í iðngreinum í samstarfi við Menntaskólann á Ísafirði núna á vorin. Mikil aðsókn hefur verið í þessar 2 nýju námsleiðir sem sýnir þörfina hér í okkar samfélagi. Tæknidag fjölskyldunar var haldinn í apríl og að vanda var gríðarlega vel sóttur á íbúðum Austurlands, en vel á 2.000 manns mættu á svæðið. Fyrirtæki og stofnanir víða land hjálpuðu til við að gera þennan mikilvæga dag fullkominn á okkar mati og vonandi skila þetta framtak okkar í VFA fleiri nemendum í framtíðinni. Við í VFA höfum líka lagt mikla áherslu á erlent samstarf. Verkefni eins og Erasmus veitir nemendum okkar einstakt tækifæri til að læra og starfa á alþjóðlegum vettvangi. Þáttaka í þessum verkefnum eykur ekki aðeins þekking og hæfni heldur einnig víkkar sjóndeildarhring nemenda og kennara. Í vetur hefur verið mikið nemendasamstarf, þar sem nemendur okkar hafa farið erlendis og við höfum tekið á móti nemendur til okkar. Með svona samstarfi stuðlum við að alþjóðlegri samkennd og skilningi sem er ómetanlegt í sífellt fjölbreyttari heimi. Og gaman að segja frá því að VFA fékk gæðaviðurkenningu fyrirmyndaverkefni Erasmus+ á uppskeru Evrópusamstarfs sem haldin var 8. maí síðastliðinn. Framtíðin er björt og við horfum fram á veginn með mikilli spennu. Fyrirhuguð stækkun verknámshús okkar árið 2025 er á áætlun og þar sem ný viðbygging við húsasmíðadeild á að rísa. Þessi stækkun mun ekki aðeins bæta aðstöðu og aðgengi heldur einnig styrkja enn frekar ný tækifæri og þá frábæru menntun sem við bjóðum upp á. Kæru
útskriftarefni. Leiðin upp á toppinn getur verið brött og mislöng. En þið eru örugglega öll sammála það að útsýnið þess virði. Þið hafið sýnt hvað í ykkur býr og nú það ykkar að nýta þessa reynslu og þekkingu til að gera heiminn að betri stað. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni og kynni næsta svið Margarete B. Sveinbjörnsdóttur, nema í Vafa, og hún mun flytja okkur lagið Jusei með bandarísku söngkonunni Lauren de Gaulle. Kaito Tani sér undirleik á flygilinn, gjörðu svo vel. Venjan að formaður skólanefndar haldi ræðu, en hann gat því miður ekki verið með okkur í dag.
en í stað hans kemur Stefán Þór Eysteinsson, fulltrúi í skólanefnd, en Stefán útskrifast af náttúrufræðibraut frá VAFA vorið 2006. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir þetta, Birgir. Takk fyrir að reyja þetta ártal. Ég var að vonast þess að þetta kemur ekki upp. Útskriftarnemendur, skólameistari, starfsmenn og aðrir gestir. Fyrir hönd skólanefndar Verkmenntaskóla Austurlands færi ég ykkur, kæru útskriftarnemendum, hamingjóskir við þennan stóra áfanga sem þið fagnið hér í dag. Að ljúka námi eru alltaf merkileg tímamót. Þið hafið öll lagt á ykkur gríðarlega vinnu síðustu ár til að ná þessum áfanga og það er mikilvægt að þið staldrið við og fagnið þessum áfanga og njótið augnabliksins áður en lengra er haldið. Í skólan starfar samheldinn og öflugur hópur starfsfólk sem allt sem eitt leggur sín lóð á vogarskálarnar við að gera Verkmenntaskóla Austurlands að öflugum og góðum skóla þar sem hagsmunir nemenda eru ávallt hafðir að leiðarljósi. Við skólan starfar einnig öflugur hópur nemenda, fólk á öllum aldri með alls konar bakgrunn sem allt sem eitt er órækur vitnisburður það öfluga og góða starf sem framfer innan veggja skólans. Félagslífið er öflugt og auk þess hefur árangur nemenda í leik og starfi vakið verðskuldaða athygli. Verkmenntaskóli Austurlands leggur áherslu á að gefa nemendum sínum tækifæri til að blómstra og sinna vel áhugamálum sínum meðfram námi. Í nemendahópi skólans eru þar af leiðandi nemendur sem skara fram úr í leik og starfi, íþróttum og listum. Vorið 2022 var ritað undir viljayfirlýsingu vegna stækkunar á verknámshúsi skólans. Er að ræða verkefni sem mikil þörf er á að fara í og fara að koma af stað og hefur sú vinna staðið yfir allar götur síðan. Nú er orðið tímabært að fara að sjá fyrir endan á undirbúningi þessa mikilvæga verkefnis og fara að sjá stækkunina verða að veruleika. Skólanefnd sem og stjórnendur skólans munu halda áfram að þrýsta á ríkisvaldið varðandi þennan þátt og vonandi förum við að sjá árangur af því í fyrsta. En nóg það. Kæru útskriftarnemar, þetta er dagurinn ykkar. Þið standið núna á tímamótum. Sum ykkar gangi hér út með starfsréttindi upp á vasann og haldið út í atvinnulífið. Aðrir huga væntanlega að frekara námi. Sama hvaða leið þið farið munu þið alltaf búa að því námi sem þið hafið nú þegar lokið og ekki síður þeirri reynslu og þeim minningum sem síðustu ár í Verkmenntaskóla Austurlands hafa skilið eftir sig. Að fenginni reynslu finnst mér einnig mikilvægt að minna ykkur á að hvað sem það verður sem þið takja ykkur fyrir hendur í framhaldinu, að gera það á ykkar forsendum. Prófið það sem ykkur langar að gera, ekki það sem þið haldið að aðrir vilji að prófið. Það á nefnilega bæði við atvinnulífið og frekara framhaldsnám að möguleikarnir eru margir, nánast óþrjótandi. Og það er mikilvægt að hver og einn fái tækifæri til að finna þar sína hillu á sínum forsendum, þar sem einstaklingum líður vel og kraftar hans og eiginleikar fá að njóta sín sem best. Það getur tekið tíma, en það hefst að lokum. Fyrir hönd skólanefndar vill ég skila þakklæti fyrir gott samstarf við stjórnendur og starfsmenn skólans í vetur með ósk gott sumar. Kæru útskriftarnemar, sömuleiðis óska ég ykkur að lokum innilegri hamingju við daginn. Þið hafið lagt hart að ykkur náminu og uppskeri nú laun erfiðisins. Þetta er sannkallaður gleðidagur, þetta er ykkar dagur og þetta er ykkar stund. Njótið hennar og þeirra spennandi tíma sem framöndan eru, því framtíðin er svo sannarlega ykkar. Til hamingju. Takk fyrir þetta, Stefán. Það var ekkert svo langt síðan að 2006 var, en látið það liggja milli hluta. Heyriði, þá er komið að stundinni sem að við höfum sennilega öll hér inni beðið eftir.
er sjálf útskriftin og eins og kom fram hér áður þá útskrifum við 37 nemendur af 11 námsbrautum. Og ég les útskriftarefninu upp í stafrófsröð og verðlauna og viðurkenninga verður getið á sama tíma. Og við höfum þetta þannig að þau ganga hér rólega að og ég er búinn að segja við þau að við ætlum að taka okkar tíma í þetta þannig að það verður þá að taka myndir líka mögulega og svo labbaðu tilbaka og ég bið ykkur að klappa bara fyrir hverju og einu. Er þetta nokkuð skýr skilaboð? Svo þetta er líka að geta þess að ár hvert þá gefur Sjúkraliðafélag Austurlands sjúkraliðum í hópi brautskráningarnema lykil og rós frá félagi. En nú skulum við hefja þetta. Adam Ingi Guðlaugsson útskrifast, við þurfum greinilega að sæfa þetta, en ekki bara, útskrifast úr rafvirkjun viðbót við D-stig vélstjórnar. Anton Berg Sævarsson, hann útskrifast úr húsasmíði og einnig með viðbótarnám til stúdentsprófs. Atli Berg Kárason, Atli Berg Kárason útskrifast úr rafvirkjun. Benjamin Þór Kristjánsson útskrifast úr húsasmiði en hann er ekki með okkur hér í dag. Bergur Ingi Einarsson útskrifast úr rafvirkjun viðbót við D-stig vélstjórnar, hann er heldur ekki hér með okkur í dag. Þá er það Brynjar Frosti Bragason útskrifast úr rafvirkjun. Þá er það Dagný Steindórsdóttir sem útskrifast af sjúkraliða Brú og hún hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur á sjúkraliðabraut, bókagjöf frá skólanum og rós. En hún er ekki með okkur hér í dag en ég bið ykkur að klappa. Svo er það Daniel Arnar Stefánsson sem útskrifast úr vélstjórn B-stigi. Hann er heldur ekki með okkur hér í dag. En klappið endilega. Þá er það Embla Rós Sigurbrandsdóttir. Hún útskrifast af opinni stúdentsbraut. Embla hlýtur einnig viðurkenningu fyrir félagsstörf en hún tók virkan þátt í starfi listakademíu skólans og endurreisnar hennar á skólaárinu. Þá er það Fjölnir Helgi Hrannarsson sem útskrifast af opinni stúdentsbraut. Þá er það Guðmundur Harðarsson sem útskrifast úr húsasmíði. Guðmundur hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í húsasmíði og er það gjöf frá Rönning. Hann er ekki með okkur í dag en ég bið ykkur að klappa. Þá er það Guðrún Tinna Steinþórsdóttir sem útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs. Þá er það Guðrún Vilborg Borgþórsdóttir sem útskrifast af þjónustubraut stuðningsfulltrúa. Þá er það Hákon Gunnarsson. Hákon útskrifast úr vélstjórn B-stig og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Hákon fær einnig viðurkenningu fyrir
fyrir framúrskarandi námsárangur í sérgreinum á námsbraut í vélstjórn og er það gjöf frá Running. Þá er það Halldóra Halldórsdóttir sem útskrifast af þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa. Hún er ekki með okkur í dag en hún hlýtur einnig verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í sérgreinum á námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa og er það bókagjöf frá skólanum. Klöppum fyrir hann. Þá er það Haraldur Þór Guðmundsson sem útskrifast af félagsvísindabraut. Hann er ekki með okkur hér í dag en gefum honum gott með. Þá er það Heiða Ósk Ólafsdóttir sem útskrifast af þjónustubraut fyrir leikskólaliða. Hún er ekki með okkur í dag en klöppum fyrir hann. Þá er það Ingibjörg Ásdís Heimisdóttir sem útskrifast af opinni stúdentsbraut. Ingibjörg fær viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í íslensku og einnig viðurkenningu fyrir félagsstörf en hún sat í umhverfisnefnd skólans í 2 ár. Þá er það Ísak Tandri Hugason Sóeka sem útskrifast úr húsasmíði. Isabella Magdalena Frank sem útskrifast á sjúkraliða Brú. Hún er ekki hérna með okkur í dag en klöppum fyrir henni. Þá er það Jón Theodór Sindrason sem útskrifast úr húsasmiði. Leifur Már Leifsson sem útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs. Hann er ekki með okkur í dag en Þá er það Lena Marín Guðmundsdóttir sem útskrifast af félagsvísindabraut. Lilja Fanney Jónsdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut. Lilja Vaka Björnsdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut. Magnfríður Jóna Kristjánsdóttir, hún útskrifast af þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa, þjónustubraut fyrir leikskólaliða og opinni stúdentsbraut. Hún hlýtur einnig verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur á þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa og er það bókagjöf og rós frá skólanum. Við höfum nóga tíma. Þá er það Marteinn Eiríksson sem útskrifast úr rafvirkjun. Hann fær viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í rafvirkjun og er það gjöf frá Running. Hann er ekki með okkur í dag, þannig að við klöppum fyrir honum. Þá er það næst Ómar Dennis Atlason sem útskrifast úr rafvirkjun sem viðbót við D-stig vélstjórnar. Hann er ekki með okkur en klöppum. Þá er það Patrekur Máni Hauksson sem útskrifast úr húsasmiði. Perla Sigurðardóttir útskrifast úr húsasmiði. Þá er það Skúli Þór Ingvarsson sem útskrifast úr húsasmiði.
Sóldís hlýtur einnig viðurkenningu fyrir félagsstörf en hún sat í umhverfisnefnd skólans í 2 ár. Sóley Rún Jónsdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut. Sóley fær verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í sérgreinum í sjúkraliðanámi og er það bókagjöf frá skólanum. Sóley er ekki með okkur í dag en klöppum til annað. Þá er það Þórður Páll Ólafsson. Ég veit að þetta er ekki stafrófsson Þórður, ég veit það, en þú ert næstur. Þórður útskrifast úr vélstjórn B og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Þórður hlýtur viðurkenningu fyrir félagsstörf en hann sat í umhverfisnefnd skólans í 2 ár. Þá er það Valgeir Örn Vilhelmsson. Valgeir útskrifast úr rafvirkjun og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Valþór Snær Ólafsson útskrifast úr húsasmíði. Þá er það Ingvar Orri Guðmundsson sem útskrifast úr vélstjórn B-stigi. Hann er ekki með okkur en klöppum fyrir hann. Og hér með segi ég ykkur útskrifuð frá Verkmenntaskóla Austurlands vorið 2024. Þið megið setja í búðirnar. Ég gleymdi að segja það áðan áður en ég fór hérna frá mikra. Til að hafa þetta innilega. Nú er komið að öðru tónlistaratriði og það er Margrét Sveinbjörnsdóttir sem er afturstig á svið og flytja fyrir okkur lagið Hit the Road Jack sem er þekktast í flutningi Ray Charles og Kaito Tani mun áfram sjá undirleik. Bjóðið velkomin á svið. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, oh, you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. Yes, if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet today. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no one, just ain't no good. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Margrét. Nú er það Þórður Páll Ólafsson sem ætlar að koma hér upp og flytja ávarp fyrir hönd útskriftarnefndar. Gjörðu svo vel, Þórður. Kæru skólastjórnendur, kennarar, starfsfólk, útskriftarnemar, foreldrar og aðrir góðir gestir. Þá er komið að þessari stóru stundu. Þessi frábæru hópur nemenda eru loks að útskrifast. Það hefur verið hefð fyrir því að einn eða fleiri útskriftarnemar haldi ræðu fyrir hönd nemenda í Verkmenntaskóla Austurlands. En þessu sinni tek ég þetta kassa. Þegar Birgir og Eydís hitt á mig og spurði hvort ég myndi ekki taka þetta að mér, þá gat ég ekki sagt nei. Þrátt fyrir sig ekki alveg svo skarpast í að tala upp fram á fólk. En sjáum hvernig það tekst. En ég vil þakka Birgi og Eydísi kærlega fyrir að treysta mig fyrir þessu verkefni. Af hverju VAFA? Eftir að ég útskrifaðist úr grunnskóla þá kom ekkert annað til greina að fara í VAFA. Vegna það er ekkert betra en að vera nálægt heimavanum aðeins lengur eftir grunnskóla. Ég sé alls ekki eftir neinu hvað það varðar. En ég byrja ásamt mörgum jafnöldrum og öðrum nemendum alls staðar að í VAFA haustið 2021. En núna 25. maí 2024 er ég að útskrifast af Vélsveitarbraut við viðbótarnámi til stúdentsprófs. Einnig er VAFA fullkominn skóli með það að leiðarljósi að við séum ekki bara tölur á blaði, en þekkjast allir og eru vinir þrátt fyrir smá rím milli fjarða, þannig bara hollt er umræða smá. En höfum það á hreinu, reiðfringandi vinnasamt alltaf. VAFA-boltinn er á sínum stað á þriðjudögum þar sem allir sýna sína bestu takta, en verst að við það þegar 07-módelin mætti skólan og fóru að koma í bolta að hættu flestir eldri nemendur að mæta, mögulega vegna þess að ég héldum að vera með aðeins betri en allavega fyrsta ásnefna. Á þessum 3 árum litum við Hákon svo sannarlega okkur heyra og fengum við nefni kvartaraddir, tuðaraddir. Vegna þess að þegar okkur líka ekki við eitthvað eða eitthvað var ósanngjarnt, þá tókum við okkur saman og kvörtum við Birgi og fleiri kennara. Það samt aðlega Birgi, mögulega því að Birgi lét svo langflest eftir okkur, en ekki allt sem er svo sem skiljanlegt, viðurkennaðar voru stundum ópröfuvarir. Ég og Hákon erum svo miklu fyrirmyndanemendur, þótt ég segi sjálfur frá. En alla okkur skólagöngu tókum við rútuna fram og tilbaka, en fórum þá stundum um bíl aðlega þegar við okkur með til 6 í skólanum. Þá var svo kvartað en fengum það ekki í gegn. Það minnistæðast við það að taka rútuna og já við skólanleysustað er veðrið. Þegar rútan endingunum göngin norðförum megin, blasti yfirleitt við annarkoð snjókoma, svartaþoka eða mýjandi rigning. En það var saman tíma ótrúleitin satt á Sól og Eskifirði og er ennþá meiri blíð á Reyðarfirði. Ekki má nú glemma blessaða COVID-tímabilinu. Þegar við byrjuðum í VAFA var svokallið 5. bylgja að hefjast. Það var grímuskylda og spritt við hvert ár. Þeir tíma tók svo sannarlega á aðalega þegar maður mátti ekki fara til ömmu eftir skóla á þessu köku. En á sama tíma var það ákveðin upplifun. Svona í lokin vil ég þakka öllum starfsmönnum og nemendum fyrir að gera þessi 3 ár skemmtileg, en sérstaklega vil ég þakka Birgi, Hildi og Silbu fyrir að þola kvartið og beinu. Vil einnig þakka og biðja Jó og Húsur afsökunar fyrir dimmitenninguna, þetta var kannski aðeins svo mikið en samt bara kannski. Ég ætla að lesa eitt ljóð hér í lokin til þess að ná í loka priki hjá Ingibjörgu íslenskukennara. Oft er sá óorðum nýtur sem iðka menntun kæra, en þursinn heimsku þegja hlýtur sem þrjóskast við að læra. Takk VAFA, skólann okkar. Það er svo hátt fyrir mig. Takk fyrir þetta, Þórður. Þá er komið að kveðju starfsfólks og það er hún Gerður Guðmundsdóttir kennari sem ætlar að flytja kveðju fyrir hönd starfsfólks og eftir henni kemur skólameistari með lokakveðju. En gjörðu svo vel, Gerður.
samstarfsfólk, aðrir gestir og kæru útskriftarnemendur. Til hamingju með daginn og til hamingju með útskriftina. Í dag eru tímamót. Þið eru frjáls. Þið hafið lokið ákveðnum áfanga sem þið fagnið hér í dag. Í framhaldinu taka við nýjar áskoranir, ný verkefni, alls konar verkefni. Einhverjir fara út í atvinnulífið með ný starfsréttindi og fara að vinna við þá grein sem þau hafa stundað námið hér í skólanum síðustu ár. Einhverjir halda áfram námi, aðrir taka hlé frá námi, staldra við og velta fyrir sér framtíð sinni. Og svo eru einhverjir sem leggja í ferðalög og skoða heiminn. Þegar litið er í síðustu ár, þá er það tímabilið svona eftir heimsfaraldur. Flestir þeir nemendur sem hér eru útskrifast byrjuðu skólagöngu sína hér í Vaffa þegar takmarkanir vegna heimsfaraldurs voru að líða undir lok, en þeir höfðu þó verið í takmörkunum í sínum skólum árin áður og sátu oft á tíðum í kennslustundum ein heima á bak við tölvuskjá. Fyrir mér er eins og það séu 100 ár síðan heimsfaraldur og sýnir það hvað við erum fljót að gleyma, svona ákveðin aðlögunarhæfni sem getur bara verið jákvætt. En það skal þó viðurkennast að þegar ég mæti einhverjum í dag með grímu, til dæmis í búðinni, að þá streymur mig mikill ónotarhrollur. Þannig að það er hægt að segja að það er eitthvað í líkamannum sem gleymir kannski ekki svo glatt þótt hugurinn aðlægist. Að byrja í nýjum skóla, og ég tala nú ekki eftir að verði í samfélagslegum takmörkunum árin áður, og tekur nú smá tíma að venjast félagslegum aðstæðum að nýju, plús það að læra á kerfið í nýjum skóla, hvernig allt virkar. Svo það er óhætt að segja að það fór ekki mikið fyrir þessum nýútskrifuðu nemendum hér fyrstu önnuna í skólanum. En svo, þegar aðlögun var búin og nemendur fór að venjast í að vera í félagslegum aðstæðum á ný, fór smá saman að losna hömlur og málbennið. Og má segja ákveðnir nemendur þurftu endalaust að vera tjá sig. Segja sínar skoðanir í tímum eða utan tíma, voru ítinn og fóru að taka pláss. Sumir töluðu hátt, svo allir sem voru á svæðinu urðu vitni að, hrifust jafnvel með, en aðrir töluðu lægra og í fámennari rýmum. Og ég get sagt ykkur það að bjallan, afgreiðslubjallan hjá Sirpu, hún fekk mjög ofta fyrir að finna fyrir því þegar það þurfti að ná í einhvern strax eða þurfti að fá svar við einhverju strax. En þetta er nú allt sagt í gamni. En samt sem áður er mikilvægt að þið haldið áfram að láta til ykkar taka, að vera gagnrýnin og taka ekki öllu sem sögðu. Gagnrýnin og skapandi hugsun hefur aldrei verið jafn mikilvægt og í upplýsingaflæði nútímans. Að vera fær í að greina það sem borið er á borð og taka upplýsta afstöðu. Allskyns áróður og gylliboð flæða yfir okkur daglega úr ýmsum áttum og eiga samfélagsmiðlar eins og TikTok, Instagram og ýmis hlaðverk þar stóran þátt. Þar eru áhrifavaldar sem koma fram og segja okkur hvernig við eigum að vera og hegða okkur. Áhrifavald á markaðssetning. Þegar áhrifavaldar afla sér tekna með því að auglýsa vöru og eða þjónustu fyrir fyrirtæki sem styðja við lífstíl og ímynd áhrifavaldsins og fylgjenda hans. Nú er ég ekki á TikTok, en ég hlusta stundum á hlaðvörp. Og það er í sumum þeirra alveg með ólíkindum hvernig það er út í gegnum þáttinn verið að hampa ákveðjum vörum, þannig að það er erfitt að hrífast ekki með. Því er aldrei mikilvægara en núna að temja sér gagnrýna og skapandi hugsun, standa í lappirnar og hafna hjarðhegðun. Og það er frelsi í því. En að öðru. Ég hef verið svo heppin að fá stundum að kenna stundum fjarnámsáfanga. Flestir eru það fjarnemendur sem eru í sjúkraliðanámi og uppeldisbraut. Fjarnemum kynnist maður á annan hátt en staðnemum og fer það mestu fram í gegnum tölvusamskipti og allt gott það að segja. En mér langar að nefna að nú síðustu 2 ár hef ég fengið að kynnast nokkrum nemendum mínum og fyrrverandi nemendum á sjúkraliðabraut í gegnum móður mína sem býr á hjúkrunarheimilinu Hulduhlíð á Eskifirði, sem er alveg einstaklega notalegur og hlýlegur staður og unir hún sér vel þar. Og í stuttu máli er hægt að segja að þar starfa sjúkraliðar og sjúkraliðanemar sem sinna sinni vinnu á mikilli fagmennsku. Kæru útskriftarnemar, það er von mín að dvöl ykkar hér í Vaffa gefi góðar minningar veru ykkar hér í skólanum. Það er alltaf sérstakt að sjá eftir nemendum útskrift. Þetta eru blendnar tilfinningar, söknuður og stolt
sjá eftir ykkur halda áfram í lífið. Fyrir hönd starfsfólk Verkmenntaskóla Austurlands óska ég ykkur alls hins besta og gangi ykkur vel í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur. Við erum mjög stolt af ykkur og komum til með sakningar og við skálum fyrir ykkur í dag. Takk fyrir. Kæru úrskurðarnemendur og innilega til hamingju með áfangann. Við í Verkmenntaskóla Austurlands höfum notið samfylgdar við ykkur og höfum bundist ykkur traustum böndum og erum stolt af hverju og einu ykkar og öllum til samans. Nú liggur leið ykkar inn í nýja tíma. Ný tækifæri bíða ykkar í frekara námi eða starfi og ég hvet ykkur til að leggja af stað í það ferðalag með bjartsýni og opnum huga. Tækifærin eru nánast óendanleg. Það er ykkar að grípa þau og láta drauma ykkar rætast. Takk fyrir að hafa valið VAFA sem ykkar framhaldsskóla. Megi þið njóta gæfu og gengis í framtíðinni. Verið stolt af ykkar námi og árangri. Munið svo að þið getið gert allt sem ykkur langar til. Ekki láta neitt segja ykkur eitthvað annað. Það líður að loku þessara brautskráningarátaknar og ég þakkar starfsfólki skólans, nemendum og forráðamönnum fyrir gott samstarf á skólaárinu. Að athöfn-lokinni er eitthvað sem hafði tök á boði í kaffi og konfekt hér í hliðarsal hússins og gaman væri að taka spjall áður en haldið út í daginn. Ég bið ykkur nú að njóta dagsins með fjölskyldum ykkar og vinum. Við skulum ganga saman út í sumarið og fagna bjartri framtíð ykkar og okkar allra. Nú er komið að skólaslitum og segi ég Verkmenntaskóla Austurlands slitið í 38. sinn. En áður ef við höldum út í daginn munum við hlýða á lagið Sumarkveðja eftir Inga Lárusson og Pál Ólafsson og hvetja ykkur til að taka hér vel undir með okkur. Takk fyrir að vera með okkur.